Yngvi, tiltölulega auðveldur sigur, það nú að segjast. Var þetta mun auðveldar heldur á bjóst við? Nei, ég var bara svona, sko þeir, ef ég einblíti bara mitt lið, þá vildum við koma út með mikill orku og svona, okkur fannst við koma svolítið flatur út í síðasta leik og ætluðum að vinna á því að skiptir engum mál hver mótherrin er. Þá vorum við svolítið að hugsa það að við myndum byrja leikinn sterkt og ekki gefa neitt vona næsta og mér fannst bara menn koma virkilega sterkir út, það rúllaði allt sem að við settum upp, eiginlega allt ofan í og vörnin hélt vel og nei, ég held að þetta bara verið á pari við það sem að sko 40 stiga tap fyrir Snæfell gegn okkur ekkert svo sem skammalegt, þannig að þeir geta alveg borið hófið hátt. Nákvæmlega, maður tók svona svolítið eftir einmitt í byrjun og þeir voru svolítið hikandi á meðan að þið voru augljóslega tilbúnir í leikinn, maður tók svolítið vel eftir því. Sko þetta auðvitað bara við erum með fullorðna menn þarna sem að sko getur hrætt hvaða mannsbarn og þú veist eins og inn í teiknum Nemanja, þú veist að kannski fylltu svolítið vonleysi, þeir sá það að við hlupum vel á það og við lokum á það sem þeir voru að gera og voru búin að fara vel yfir það sem að þeir rúlla á móti svæðinu og einhvern veginn mér fannst einhvern veginn loftið fara úr blöðrunni hérna tiltölulega fljótt en heilt yfir þá fengum allir mínútur, það stóðs allir vel, við skutum loksins eins og menn og mér fannst það mjög jákvætt fyrir okkur upp á framhaldi. Þannig að heilt yfir þá þó við verðum í svæði þá var það bara eitthvað sem við verðum að spila og við ákomum að vinna svolítið vel í því og við gerðum það. Já, maður tók einmitt eftir því líka þið náðuð svona, talsveit fleiri hraðablöfum heldur en svona alla jafna. Var það eitthvað svona sem þið stiltuð upp? Það var náttúrulega auðveldara kannski að ákveða hraðablöfum þegar maður er að spila svæði? Já, þú veist, við höfum verið, sko það sem hefur verið háð okkur í undanförnum leikjum er ekki endilega við höfum ekki verið að fá hraðablöf, heldur við erum að slúta eins og skelfilega illa og verið að fá hraðablöf í baki í kjölfarið. Við ákveðum að tölum það að við erum að vinna yfirleitt frákastabaráttu gegn hverju einasta liði í deildinni og við þurfum að búa til körfur úr frákastunum okkar og þannig að við auðvitað vorum meðvitaðir um það að þegar við myndum ná boltanum þá ætlaðum við að hlaupa og við gerðum það vel og ég er mjög ánægð með það. Og líka náttúrulega Snæfell kannski ekki með bestu þryggjasta nýtinguna í deildinni, eitthvað réttur 20%, þannig að það var kannski svona meiningin að láta að skjóta svolítið fyrir utan. Þeir náttúrulega augljóslega reyndi ekki mikið að fara inn í. Nei, komur sko ekki löndni strönd. Þetta var auðvitað eins og segir, þeir eru með lögustu þryggjastæðnýtinguna í deildinni og þeir eru með góðan point guard sem er kvikur og fljótur og við höfum verið kannski svona undanfarið svolítið slappir að dekka svoleiðis gæja, þannig að þú veist, ef við leggjumst allir á eitt þá erum við mjög gott sem unit. Þannig að ég bara held svona að við þurfum bara að halda áfram að vinna í svæðinu og bara vera besta liði í því og koma bara liðum í bobba með það að þurfa að undirbúa sér sérstaklega gegn okkur hvað það varðar. Og núna næsti leikur á móti Fjölni, það hefur nú verið mjög spennandi leikir gegn þeim hingað til. Eru þið ekki bara byrjar að undirbúa ykkur fyrir þann leik strax? Jú, þeir voru auðvitað í hörkuleik í kvöld, þannig að ég held þeir hafa unnið, það var lítið eftir að þeir voru komið 5 stigum yfir, en ég meina allir leikir eru bara do or die núna. Nú er þetta bara fyrir okkur að klára þá leiki sem eru eftir með stæl og reyna að klífa aðeins upp töfluna og sjá hvað það skilur okkur, en að sama skapi þá finnst mér öll liðin vera einhvern veginn komin í úrslitakeppnis brag eða farin að huga svolítið að því. Ég meina, flest liðin er búin að gera eitthvað breytingar. Hamar bætti núna við Julian frá Njarðvík og Selfoss auðvitað gera mikla breytingar og svo við skiptum út okkar manni og Höttur, þannig að þú veist, það er bara, ég held að sé allir að reyna að gíra sig í það að taka þátt í þessar úrslitakeppni, þannig að hver sá sem missir af henni hann á eftir að eiga sárt að binda það sem að verður eftirlífir ás. Já, ég myndi maður tekið eftir því að Júri er að koma svona betur og betur inn í þetta. Það tekur náttúrulega smá tíma að slípa það til. Júri er alveg ofsalega góður leikmaður og hann er með gott IQ og hann getur leyst fleiri eina stöðu. Hann er, þú veist bara, já, hann styrkir okkur klárlega og við sjáum ekkert eftir þessu skiptum. Andri er góður drengur en Júri hendur okkur betur og svo bara ánægilegt að það voru, já, þú veist að já, það eru allir svona einhvern veginn að finna fætunar og kynnast honum og hann er að kynnast okkur og ég er bara bjartsýnn á framhaldið. Ljómandi. Þakka ekki alveg fyrir. Takk sem leiðis.